Hæ og velkomin í þessa myndbandstund með mér, þar sem að ég ætla að fara í hvernig maður getur nýtt svótgreiningu til að undirbúa vefhönnun. Og það er bæði hægt að nýta svótgreiningu sem slíka til að skoða vef sem er til fyrir, til dæmis ef það á að fara að skoða hvort vefurinn sé í lagi og hvort það þurfi að laga hann eða maður er búið að kannski taka ákvörðun um það en það er ekki alveg vitað hvert á að fara með vefinn, þá er svótgreining virkilega góð. Ef það á að fara að vinna vefstefnu fyrir fyrirtæki, þá er frábært að svótgreina vef. Ef maður er með nýja hugmynd að vef og bara viðskiptahugmynd, jafnvel, eða bara einhvers konar portfóljó af vef, að þá er hægt að nota svótgreiningu til að undirbúa það. Það er hægt að svótgreina hugmyndina. Svótgreining er upprunnin úr viðskiptalífinu og hefur svona aðalega verið notuð í sambandi við að greina svona viðskiptatækifæri, undirbúa markaðsherferðir og bara fyrir fyrirtæki til að finna hvar veikleikar þeirra liggja og hvar styrkleikar þeirra liggja og svo svona hvað er það í samkeppnisumhverfinu sem að getur mögulega verið ógnum og einnig hvað tækifæri. Við erum í svótgreiningu, þá erum við að greina innri þætti og svo ytri þætti og það er hægt að gera annað hvort. Þú getur ákveðið að greina til bara innri þættina eða bara ytri þættina eða taka allt saman. Og innri þættinir eru svona styrkleikarnir sem eru fyrir hendi og af því við erum að tala um vef, þá er það styrkleikar vefsins. Og svo er það veikleikar vefsins. Þannig að þetta getur verið svona innihaldi hönnunin, hugmyndafræðin, gamaldags, virkar ekki almennilega í einhverjum browser, veikleiki eða virkar ekki almennilega í farsíma, spjaldtölvu eða bara hreinlega einhvern veginn í samtöku konsepti. Þannig að þetta getur verið alveg opaslega margt og þess vegna er líka svo mikilvægt að vera ekki alveg aleinn í þessu því að betur sé augu en auga. Og ef að er verið að vinna eldri vef, þá er tilvalið að fá fólk frá þeim sem að eiga þann eldri vef, frá því fyrirtæki eða stofnun eða félagasamtökum sem eiga þann eldri vef og búa til svona stýrihóp í kringum þetta, ef það var enda að gera á vinna vefinn. Og þá hefur þetta fólk líka eitthvað að segja og það er líka með alls konar álit á sínum vef. Þannig að það er bæði hægt að vera með fólk sem þekkir til vefsins og fólk sem ekki þekkir til vefsins. En að allavega að vera svolítið meðvitaður það að maður ætlar virkilega að skoða styrkleika vefsins og svo veikleika og það er innri þættinir og ég held að ég hef nú bara verið búin að teikna eitthvað hérna þessu upp fyrir okkur og við sjáum núna á þessari mynd svona betur svót og þessi styrkleika og veikleika sem við tala innri þættina og svo ytri þættina ógnanir á tækifæri og maður klárar fyrst að vinna með styrkleika og svo veikleika, tekur það svolítið saman og svo ytri þættina ógnanir og tækifæri. Og vinnur þetta svona, getur unnið þetta 1, 2, 3, 4, getur unnið þetta 2 og 2, getur unnið þetta 4 þættir. Þannig að það er auðvitað hægt að vinna svótgreiningu á mismunandi hátt. Og ég setti þetta upp, ég sá þetta rauna bara þegar ég kannski bara gamla sýna ykkur, því að ef maður að sækja vafræðina, því ef ég myndi bara setja henni Google svót, þá kemur ótrúlega mikið upp og ég til dæmis hérna er tengill sem er bara mjög fínt kennsluefni og það er linkur á þetta og eitt vídeó sem minnir að ég hef tekið í það kannski var ekki hann, sem er inni á námsefninu okkar og svo eru hérna bara alls konar efni þetta og svo það sem ég finnst oft svolítið gott að skoða, það sjáðu hérna eru myndinar. Að bæði hvernig þetta er sett upp og hvernig fólk er að vinna þetta. Þannig að maður hérna fær maður bara hreinlega bara fullt af myndum þar sem maður getur að skoða svótgreiningar frá öðrum og hvernig það er gert. Þetta er þannig að það er alltaf að gera hlutum sem þetta átt. Ég valdi þess að hérna mynd, það er mjög svolítið flott fyrir okkur og við sjáum hérna að get ég skoða þetta stórt, ég ætla ekki að vera inn á síðuna, að hérna eru styrkleikarnir, veikleikarnir sem eru niðurstaðan. Sjáðu úr, ég ætla að losa mig aftur við þetta og sjáum að hérna er niðurstaðan
hún skrifuð þá í þessa hérna dálka eftir á. Þannig að þetta bara svona einn framsetning, en svo má þetta líka bara setja styrkleikar eins og í Word-skjali eða inn á venjugu vef og bara lista upp. En allavega skulum aðeins halda áfram. Hérna ég búin að setja upp hvernig maður framkvæmir sótgreiningu, svona eina útgáfu af henni, og mér hefur fundist best að nota cirka 2 klukkustundir í þetta. Ég hef séð einu sinni nemendahópur í byrjun COVID vorið 2020 þar sem að starfsfólki sem voru að vinna með hafði engan tíma og þau ákváðu að gátu bara að gefa þeim 70 mínútur og þau bjuggu til dagskrá sem stóðu við og kláruðu sótgreiningu á 70 mínútum, sem að ég held raunar að sé, já, það er bara alveg ótrúlega góð fundarstjórnun að takast það og góð tímastjórnun. En ég myndi segja 2 tímar, áætlið 2 tíma í þetta, 120 mínútur, það á að vera nóg. En ég setti hérna upp hverju þarf að redda, því áður með þetta framkvæmur sótgreiningu þarf maður að ákveða, er hún online eða er hún í raunheimum. Og ef maður er í raunheimum þá þarf maður svona rými þar sem er nægilegt, nú fór ég á svo langt, ég ætla að stækka, ég bara held ég sleppi því. Þá þarf maður rými þar sem er svona nægilegt glugga, veggja eða eitthvað svona tafla. Það getur oft verið gott að hafa risastóra tústöflu eða eitthvað slíkt, verið svona hálfgerð kennslustofu, eða þá sé mikið af gluggum eða opaslega slétti veggir. Þannig að það sé hægt að líma upp póstmiða. Og póstmiðanir sem maður kaupir og nota fyrir þetta, þeir þurfa helst að vera í 4 litum. Þetta má vera 1 litur, en það er skemmtilega af 2 litum, 4 litum. Þannig að maður hefur 1 lit fyrir styrkleika, annan fyrir veikleika og svo kolli. Og eins og ég setti hérna, sjáðu, þetta er svona sikkur liturinn. Þannig að hugsa þetta svona í sikkur litnum. Það er líka þægilega að vinna úr þessu og upp á líka meðan eitthvað ruglast eitthvað hjá manni eftir á. Þá veit maður það, til dæmis að rauður eða bleikur er styrkleiki, blár er veikleiki og svo kolli. Og við þurfum þetta líka penna og blýanta. Og já, þeir segi súpustykki skiptir miklu máli því að það er leiðilega sem ég veit að vera í svona vinnu og maður hengir upp miða og annarkvort er veggurinn og grófur og getur ekki ráðið við það, eða þá maður er búin að hengja upp og svo snýr maður sér við og það er bara miðanir detta niður og það er óþolandi. Þannig að þeir eru dýrar í súpustykki miðanir en þeir eru algjörlega þess virði. Og maður þarf svolítið marga miða, þeir þurfa að gera ráð fyrir að því að hver hugmynd sem fólk skrifar niður á bara að fara á 1 miða, þannig að þið þurfa að gera ráð fyrir allan að lágmark 10 miðum á aðila, jafnvel fleiri, eftir hvað þið haldið séu með aktífan hóp með mikið af hugmyndum. Þið getið þetta líka bara ákveðið að þið fá ekki fleiri miða, þannig að það má gera þetta allavega. En svo notum við líka limmiða eða limmiðastjörnur og þetta er svona alltaf svolítið spurning hversu marga depla hver og einn hefur, en þetta notar maður svona, þetta er aðferð til að nota í lokin til að velja úr öllum hugmyndunum sem eru komnar, það sem maður telur allir eru mest sammálum að finna út af því. Og það má nota, ég held að sé alveg sniðugt að nota 5 depla per styrkleika, 5 per veikleika og svo kolli. En við svona fyrir aðeins meiri það. Og svo þurfum við upptökutæki fyrir hljóð, þannig að ég mæli með því að taka upp. Við erum með ritara á svona fundi, en ritari kannski næri ekki öllu sem sagt, þannig að það getur svolítið mikið átt að taka það upp, þannig að þetta vinna meira með athugasemdir og umræður eftir á. Ef við erum með netheimum, þá þurfum við þetta á tölvu og aðgengi að internetu, það þurfa allir þátttakendur. Þeir eru bara væntanlega heima hjá sér. Ég held að sé betra að fólk sé í sikkur rýminu, ekki verið í sama rými ef þið ætla að vera í netheimum. Það er oft bara erfiðara. Að hluti kannski ekki vera 2-3 í sama rými, verið bara allir í sikkur rýminu. Og þá er engin svona konflikt á hljóði eða hátalara og ef einhver talar þá sést hann í mynd og svona. Þannig að það er bara hreinlega betra. Það er til fleiri forrit en mér hefur gefist ágætlega að nota Stormboard í þessa vinnu af því að það er líka þetta búið til ókeypis svona educational aðgang og svo í hvert skipti sem maður býr til borð þá segir maður að maður ætla að búið til education á borð og þá fær maður, og maður er auðvitað að lofa því að þetta sé í samti við menntun og þá getur maður notað þetta ókeypis. Það er líka fleiri forrit eins og Miro og Mural, en Miro býður manni bara upp á 3 borð og þá er það max. Og það er meira vesen að fá svona education aðgang á Mural. Þannig að Stormboard er held í málið. Og auðvitað fyrir fundin, áður við hittust,
áður en vinnuhópurinn hittist þá þarf stjórnandi að búa til borð og ég mæli með því að búa til svona 4 dálka. Ég raunar að fer kannski bara alveg aftast í það sem að sýna ykkur. Hérna, svona. Að búa til svona 4 dálka í þessu stormbord og þar sem að myndi búa til og hver og einn býr bara til sína miða. En þetta myndi líta eitthvað neginn svona út. Sjáðu, hérna stendur hérna efst upp í hérna styrkleikar, veikleikar, ógnanir, tækifæri. Þannig að núna þegar ég er að fara með ykkur í gegnum efni hvernig við erum að gera þetta í raunheimum, að þá getur það líka alveg átt við þetta hér. Þannig að nú ætla ég að fara tilbaka. Þannig að nú erum við búin að sjá allar glæruna mínar fyrirfram. Það er kannski ekkert vera. Og já, og svo þetta þurfa að ákveða hvort þið notið Zoom eða Teams eða eitthvað annað forrit. Og láti vita fundur og tekin upp og takið hann upp. Þannig að þá þurfum við ekki eitthvað annað svona auka. En þá kemur til að dagskrá að þið þurfa ákveða hverju taka þátt í greiningunni, cirka 3 til 6. Og þið þurfa ákveða hver er fundarstjóri og það þarf ykkur sem er mjög ákveðinn og mjög skipulagður og treystir sér til að halda, til að stýra. Og svo er fundarritari og tímavörður, hann lætur auðvitað vinna með fundarstjóranum og það þarf eitthvað sem skrifa svolítið hratt og er duglegur að skrifa tilbúin taka niður punkta. Ekki bara sitja þar með tölvuna og skrá ekki neitt því að þessi fundarritari á bara eiginlega að skrá allt sem sagt er meira og minna. Og það spara vinnu við að þurfa ekki að fara í gegnum upptökuna eftir á ef fundarritarinn er duglegur. Og svo þurfum við að ákveða heildartíma og ég mæli með 2 klukkustundum. Og svo svona hérna á þessi tillaga hér, hún miðar við þetta að 5 mínútur fólk kynni sig og svo er farið gegnum svona markmiðsógreiningarnar og bara aðeins kynnt hvernig þetta er og síðan notum við svona 80 mínútur til að hugsa, skrifa, raða, flokka og segja frá sem er þessi post-it miða vinna og svona fólk sem segir frá þess að vera að pæla. Svo er svona samantekt frá fundarstjóra. Og hérna hef ég skrifað hana 5 döpli meðan það er bara per þátt, eða per styrkleika, 5 per styrkleika, per veikleika, þannig að við skulum segja þessu 20 í allt. Og svo svona í lokin svona gera það fyrir 15 minna umræðin. Og höldum áfram. Og já, hérna er ég bara að tala um það að ég er að lýsa ferlunni í raunheimum. Til að byrja með þá byrjum við að vinna með styrkleika. Það er mjög gott að byrja bara alltaf á styrkleikum. Og láta fólk hugsa þá og láti alla hafa sama lit af póstmiðum. Þannig svo til dæmis ef við ætlum að vera með, eins og sjá hérna myndin eru bláir, þá fá allir bláa miðan. Og síðan hann að fá allir 5 mínútur til að skrifa niður alla styrkleika sem þetta eftir í hug og ítreki það að fólk á bara að skrifa 1 atriði per miða. Það getur verið setning, það getur verið 1 orð, það getur verið 2 orð, en sem sagt innihaldið á bara að vera 1 miði. Fólk byrja yfirleitt að skrifa allt á sama miðan. Þannig að ítreki þetta, fundarstjóri ítreka þetta mjög. Og síðan sem sagt má bara hver skrifa eins marga miða, nema þið séu að skammtaði miðum, hafi ekki tímt kannski að kaupa ómarga miða. Og svo sjáðu hérna fundarstjóri meðan að þetta er gert eða hann er kannski búin að þessu fyrir fundin og þá sjáðu hérna guli miðin á myndinni að það stendur styrkleikar en ef þið varum með til dæmis töflu þá myndið bara vera búin að skrifa stórum stöðu styrkleikar eða mæta með stærri miða, það er svona svolítið sterkara að það sé svona svolítið svona styrkleikar. Og síðan notið þið svona 15 mínútur í að hver og einn fara upp, hengja upp sína miða og byrja strax að flokka það og þið sjáu núna eins og þessi miðar hérna, það er strax byrja svona að búa til flokkun. Það er eitthvað sameiginlegt í innihaldi því auðvitað eru við mjög líklega og vonandi margir með það sama og eða eitthvað mjög svipað sambærilegt þó að sé kannski orða á pínu mismunandi hátt. Þannig að við byrjum strax og leiða fólk setur upp, það er að beðið að byrja strax að flokka það, ekki bara hengja það upp. Og þannig að hver og einn, eftir þessar 5 mínútur, þá fer Gunna upp og hún hengir upp síðara miða og hún segir frá sínum miðum og þið þurfum líka að núna miða við þessar 15 mínútur upp á halda tímastjórnun hvað hvað hver og einn fær mikið tíma. Þannig að ég myndi líka á tímastjórn á því. Ef þetta eru 5, ef þetta eru 3, þá fær hver og einn 5 mínútur. Ef þetta eru 5, þá fær hver og einn 3 mínútur. Þannig að láta tímastjórn líka tímasetja þetta. Heyrðu, svo skulum við halda fram. Þá er næstkomandi veikleikum. Ég fór aðeins langt. Og það er bara eins.
nákvæmlega eins og þið sjáið hérna er ég með mynd úr verkefni frá Grím Ingibjörgu, Katrínu og Þórhildi þar sem að þau voru að svotgreina vef Ritvers með starfsmönnum frá Ritveri. Þau eru að gera þetta á 70 myndum og gera þetta aðeins öðruvísi en þetta mér svona sýnir svona hvernig þetta lítur út. Og svo er það þá ógnanir og þá eru að tala bæði hvaða ógnanir, ef þetta er núna vefur sem er með í gangi, þá hvaða ógnanir eru núna til staðar og einnig svona hugsanlega ógnanir, hvað getur maður séð sem ógnun við vefinn. Og ef þetta er ný hugmynd, þá verður bara að hugsa hvaða ógnanir gæti mögulega steðjað að þessari hugmynd sem maður er að fara að framkvæma. Og svo er það þá tækifæri og það er alltaf svolítið skemmtilegt að reyna að hugsa og hugsa hvaða tækifæri raunar maður hefur með þessu nýja vef. Það er rosa spennandi og þannig að, en þetta er alltaf sama ferli, þessi 4 þættir, þarna er ég búin að áætla 20 myndir á það, 5 myndir að skrifa, 15 myndir að tala. Ég gæti líka ákveðið þetta að vera 10 myndir að skrifa, 10 myndir að tala. Þannig að þið svona þurfið svolítið að fyrirfram að ákveða þetta. Og svo í lokin að þá myndi ég mæla með því að enda á að svona draga fram úr greiningunni þar sem þáttangu finnst mikilvægast og það er hægt að gera það með svona punktalimmiðakerfi og þá myndi fá svona 5 punkta per þátt og setja á og ræða og auðvitað getur verið 3 punktar, ég held að 5 punktar per þátt sé raunhæft, 20 punktar í allt. Og fundarstjóri þarf þetta svona að fara yfir þetta, kynni þetta bara stutt, kannski á 5 myndum eitthvað svoleiðis og svo myndi ég hafa umræður. Þetta er hann að koma fram hérna á þar sem það var hér. Svona samantækt frá fundarstjóra, hver og einn var 5 doppullimmiða og svo umræður. Þannig að þið sjá hérna er svona tímasetningin en þetta geti líka verið öfugt, þið geti látið doppullimmiðana vera á undan, kannski er það bara sniðra. Þannig að þið eru svona að meta svolítið hvernig þið til þessi best að gera þetta fyrir ykkur. Og síðan sko þegar fólkið þið kveðið að þið fengið ykkur svona utanaðkomandi fólk sem er ekki hluti af ykkar vinnuhóp eða þið eru með ykkur frá fyrirtækinu, þá bara þakka þið engjörlega fyrir og láta þið vita svona hvernig þetta hafi farið. En síðan takið þið myndir af miðanum ykkar og upp á því miðanir geta týnst og annað slíkt, þannig að ég mæli með því að taka strax myndir áður en fara að taka þá niður. Og þannig að svo bara svona að ræða þetta. Líka það hvort það hafi eitthvað komið óvart, hvort það var bara eins og ég held þetta myndi koma upp og svo framvegis. Og ákveða strax vinnufund í framhaldi, hvort sem það er þarna bara taka klukkutíma, þarna eftir þennan fund strax sem er ekkert vitlaust og bara klára þetta. Eða þá hvort þið hittist daginn eftir eða 20 dögum seinna til að klára þetta. En ég myndi passa ykkur að láta líða ekki á langa tíma því þetta þarf að vera svolítið ferskt. Og síðan, hérna bara var ég að leika mér að teikna upp þessa mynd. Mér finnst svolítið flott mynd að geta haft svona að þeir eru búin að taka þetta saman að þá séu styrkleikarnir komnir hérna við hliðina, veikleikarnir lýstu upp í hér. Ég tók hérna svona bara úr. Eins og hérna leitekstikan er góð, hönnunin er góð, veikleikar farsímaviðmóti virkar ekki, það er mikill veikleiki. Ógnanir, fólk vil ekki nota vefinn því hann er flókinn og hægur, það er mjög slæmt. Og svo hérna tækifæri bæta farsímaviðmót og leitavél, tengja síðan inn á Facebook, það er tækifæri. Þannig að svona aðeins bara það gefa ykkur svona hugmynd svona hvernig þetta getur litið út, en auðvitað má setja fram á mismunandi hátt og líka ef við erum að setja fram á WordPress-vef, þá getur verið svolítið gott að skoða hvernig aðrir gera þetta. Og hérna er til dæmis hérna er 70 mínútna sóðgreining sem er alveg lýsing á. Þetta er fundargerðin, hvernig þau undirbjuggu sig og þau mættu bara á fundin. Ég man alltaf eftir þegar þau komu á þennan fund, þessi hópur. Það var alveg ótrúlega flott hjá þeim. Þannig að þau voru búin að ákveða hverju fundarstjóri, hverju væri fundaritur og tímavörður og heildartími. Og svo bara voru þau með þess að dagskrá, fólk kynni sér 2 myndir. Og þau sögðu frá ritverði eftir á, Randi sem er ritverði, hún sagðist aldrei hafa upplifað aðra eins tímastjórnun
og þess vegna tókst þeim að gera þetta á 70 mínútum og þannig að þetta var það sem þau mættu með og gerðu. Þannig að þess vegna langaði mig að sýna ykkur þetta. Og síðan var niðurstaðan þeirra að þau setja það svona fram og þá inni þættir, svona styrkleikar, þannig myndirnar sem ég var að sýna ykkur áðan, veikleikar og svo kolli. Þannig að það rennir svo niður. Og ég er ekki alveg sammála öllu sem er sett hérna fram sem tækifæri og ógnanir, en þetta er svona í heildina ágætlega gott, en það er svona spurningstundu hvað ógnun, hvað tækifæri og maður þarf kannski að vinna líka svona kannski svolítið meira með þetta. Maður sjá, taka þetta til hliðar aftur. Og maður sjá síðasta glæran sem ég er með, sem ég langar að sýna ykkur, sem ég var búin að sýna ykkur áðan í Stormboard. Ég ætla að sýna ykkur inn á Stormboard. Þannig að hérna er ég með Stormboard. Og þannig að eins og hér þegar ég er að fara að vinna í þessu rafnumhverfi, þá séu það hérna add content hérna niðri, þá bara smelli ég á og segjum þessi styrkleiki. Og þá breytti segjum að ég ætla að hafa það bleikt, þá myndi bara hver og einn geta gert svona með það og svo bara dregur hann hérna inn í það og þið sjá hérna var ég að leika mér að búa til bara flokk fyrir ofan og það er líka þannig að það má líka skrifa, það er þetta whiteboard og þá getur maður skrifað inn á, en það er þetta sem sjá, það er ekki skýrt og þá má líka setja myndir, vídeo, indiskart og hengja inn skjal. Þannig að það er að vinna mjög mikið með þetta. Þegar ég bjó þetta borð til, þá fór ég í, create hérna á Storm. Og þá get ég búið til svona, það kemur valum að choose a template. Ég þarf sjá því að velja hérna Educator Storm. Þetta er hérna bara stormgreining fyrir X. Og ef þið veljið ekki Educator Storm þá þurfum við að vera með svona takmarkanir. Þannig að með þið lofið því að þetta sé fyrir Education, þá er það þetta hérna. Og hérna farið þið síðan í Choose a Template og veljið það alltaf. Svo er bara að velja rétta templateið og ég fór í General Categories og ég valdi eitthvað sem voru 4 dálkar. Þetta eru 5, 3, 3, 3, og sjá. Vá, alltaf þegar maður finna hlutin aftur. Þið sjá það er rosalega mikið til, þetta er rosalega skemmtilegt forrit. Það er til óboðslega mikið af template. Hérna eru 4. Og sjá, er þetta ekki bara fínt. Stopp, já, skiptir engu máli þó að sé eitthvað annars standi í þessu. Choose template, sjáum hvort það sé ekki bara fínt, jú. Og þá bara ferðið hérna í blýantinn og segið edit section og veljið styrkleikar og getið meira sér ég held að sé, nei það er ekkert að breyta lit getið maður breyta stærð það er skulum bara láta það og fer svo í næsta styrkleikar það er svona það er þetta stækka, þetta eru dálkanir sem þetta er stækka, ekki textinn. Og svo kolli. Þannig að svo bara fer maður og byrjar að skrifa inn. Segjum að ég ætla að hafa styrkleikana hérna í styrkleiki 1, þetta er mín hugmynd, setja hérna hér. Allir myndi vinna hérna, styrkleiki 2. Þetta, eini gallinn kannski við þetta er að sjá allir hvað hinn eru að setja inn, en sem er öðruvísi. En við getum líka að beða fólk koma að vinna kannski aðeins fyrir utan og draga svo inn á, það er líka hugmynd. Eða allir myndi byrja á að vinna í einhvern annan dálk og draga svo yfir. Þannig að, já, það er eins og eina að fólk fær kannski hugmyndir frá hvort öðru sem er pínu galli. En allavega það sem ég hef prófað, ég hef tekið sjálf þátt í 2 svona stormgreining. Ég veit ekki hvað ég er að skrifa. Þetta var sótgreining. En allavega það er svona sótgreiningar sem ég hef 2 sem að ég hef tekið þátt í.
að þær gengu mjög vel, en það er bara smá síðan, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig við gerum þetta, en við höfum prófað að nota þetta forrit og önnur, en þetta kom best út, þess vegna er ég að benda ykkur á þetta. Þannig ég ætla ekki að segja hvað forrit hin voru, en jú, við prófum Trello og eitthvað, en það var svona stífara. Og svo getur maður alltaf búið til flokkur og ég mæli með því að láta flokkana vera bara einhver annar, kannski alltaf sami liturinn alls þar. Og eftir á þegar við förum að sjá það að þetta eru kannski sömu, og svo getur verið annar flokkur. Það skiptir ekki máli, þessu ykkur villa. Og svo koll á kolli. En ég held að gæti verið sniðugt, já, að láta fólk ekki biðja fólk að vera að vinna annars þar á skjáinn, safna miðanum þar og svo dregur það bara yfir. Það geti, eins og ég geti verið hér að vinna mína miða og Ásta getur verið að vinna sína miða hér og svo getur Daldís verið að vinna sína miða hér og svo koll á kolli. Og svo bara þegar við erum tilbúin að segja, jæja, nú skulum við draga og nú er komið að þér að segja frá þínum miðum og þá getur fólk dregið miðan einu. Ég held að það væri sniðugt að gera þetta eitthvað með þannig. Þannig að já, ég bara vona það að þetta sé bara ljóst hvernig þú getur notað, já, bæði gert nú er ég fann að segja stormgreining, SWOT-greiningu á netinu og hvernig þú getur gert hana í raunheimum, í netheimum og raunheimum. Og já, og svo bara vaknaði alveg spurningar og það er svolítið spennandi að heyra hvernig mun ganga og hvernig þetta verður. Og ég bara vona að við deilum því, einhverju svona smá sögum á milli. Og við erum að læra hvernig við notum þetta á netinu. Ég til dæmis hafði ekki gert stormgreiningu á netinu fyrir COVID. Og við verðum að finna mjög hratt lausn þegar COVID skall á, því þetta var raunar þetta og svo flokkunaræfing var eitthvað sem maður hafði bara gert í raunheimum áður. Þannig að þetta er ótrúlega spennandi að sjá hvernig við getum þróað og nýtt okkur þessi verkfæri og hvernig gengur. Þannig að bara gangi ykkur vel og ég eiginlega bara næstu ekki lofa því að þetta er skemmtileg vinna. Það er gaman að fara í svona greiningavinnu og gera nýjar uppgötvanir og bara, já, bara upplifa þetta. Þetta er virkilega skemmtilegt. Það er bara góð skemmtun.